stuttu máli þá var ég gildur og féll í jörðina með þeim afleiðingum að ég skall í steypu og höfuðkúpubrotnaði. Það kemur blæðingin á heila, ég rótast í rauninni bara og það er brunnið með mig á spítala og ég er meðvitundarlaus, sýndi ekki með svona virkni gagnvart áreiti eða þess þar. Ég tók röntgenmyndir og það var ákveðið að fara með mig í aðgerð morguninn því að það þurfti að tappa blóð frá heila. Það hafði blætt mikið heila og þau töppuðu af einhverjum hálfum bolla blóði eða bolla blóði frá heilanum til þess að létta á þrýstingi. Og svo lá ég bara inn í 10 daga og fékk morfín. Ég held ég náði mér aldrei að fullu. Ég er góður í dag. Ég líti ekki á þetta sem eitthvað sem hrjáir mér. Afleiðingarnar voru þær að ég þoldi ekki mikið áreiti, læti voru ekki góð fyrir mig, ljós, þess að ég var alltaf með hausverk. Ég var með stöðugan höfuðverk og verki í kringum augun. Það var tímabil alveg í svona mánuð á eftir og þá leið mér, og það var bara ákveðin geðveiki sko, mér leið eins og það væri búið að snara bandi hérna í kringum augað og það væri eitthvað að toga það út. Þannig get ég lýst því best að þetta var mjög truflandi sko. Fyrsta vikan sem ég er inn á spítala, þá man ég ekki neitt, það er bara, ég man ekki hverju ég kom í heimsókn og svona rámar í eitthvað annað. Ég kenndi hinum og þessum þetta og svo var óþægindin voru það mikil að manni leið ekkert alltaf vel. Á tímabilið þá leið manni þannig að það hefði verið betra bara að deyja. Þetta var það moment. Og mér var sagt konunum minni var sagt að ég verð mjög úrill og pirraður og hún ætti ekki að taka það inn á sig þó svo ég svaraði henni höstulega að ég væri í rauninni bara í helvíti. En svo er það að ég í rauninni missi allt þol og allan styrk. Ég byrja í rauninni bara á núllpunkti og út frá því byrjar endurhæfing. Ég gat ekki tekið arfeyri, ég gat ekki gengið á mig svo er með 190 púls og þannig vann ég í rauninni endurhæfing og bara eitt skref í einu. Það er alveg klart mál að það sem að bjargar miklu leyti lífinu er bakgrunnur í íþróttum og ég tel rosalega mikilvægt. Þú þarft ekki að vera afreksíþróttamaður en bara líkaminn sé í hreyfingu frá barnsaldri að maður jafnar sig miklu fyrr af meiðslum og það er bara sýnt sig í svo mörgu börn sem eru í lítilli hreyfingu og börn sem eru í hreyfingu og fótbrotnar og það er þau sem eru í hreyfingu sem jafnar sig fyrr af því að blóðflæðið er betra og þess aftur. Þannig að það er alveg klárt mál að bakgrunnur minn sem íþróttamaður hafði mikil áhrif á það að ég jafnaði mig mjög hratt.